Já, hér rásin, seinni rásin og þetta bara vír. Þannig að hér þetta 4,7 K beint úr beisnum í plúsin gegnum hann vír hérna og að öðru leyti rásin bara óbreytt. Þessi þarf ekki að vera, þetta var bara hérna viðnáminn á hann. Mjög einfalt, bara eitt viðnáminn á beisin, pera hérna milli kollektor og plús og hérna emitterinn til jarðar, eins og var. Ok, nú skulum mæla hann aðeins. Já, nú getum við ekkert stilt neitt. Ekki stillið við hann, nú getum við bara slögt og kveikt á rásinni, nú bara rofi, bara off eða on, bara svona. Og mælum við hérna yfir hérna R4 viðnámið, það er þetta hér. Bara mælum við þetta volt og bara mælum við hérna bara svona beint yfir viðnámið. Og við fáum hérna 10,9. Ef það er mínus, þá getum við snúið víruna við, af því að þá er ég bara með randpólaða. Fáum sömu tölu, pluss 9,9, nú er engin mínus. Ok. 10,9 volt og spennan milli kollektor og emitters. Bara þetta beint á emitterinn til vinstri og hér kollektorinn og það eru 100 og segjum bara 100 millivolt. 115 millivolt, segjum bara 100. Og spennan er í peruna, hérna, fyrir bara hérna fyrir utan beint, bara svona og svona. 11,7 volt. 11,7 volt og hérna strömmurinn 0,19 ampere. 0,19 ampere. Svona. Og þá er búið að mæla það sem þarf að mæla á fyrir rás hér. Þetta er viðnámið spennundar hérna, spenna hér yfir kollektoremitter og spennan yfir peruna. Og lesa strömminn á spenningjöfanum.